Sigurbjörg, við erum stödd hérna í pakkhúsinu við hliðina á salthúsinu. Segðu mér aðeins, hvað er að gerast hérna innan dyra? Herðu, þetta er fyrst og fremst hérna vinnustofan hans pabba, þar sem hann smíðar alfarið einn og framleiðir þessar vörur sem við erum með hérna til sýnis í þessu sýningarrými. Og hann er sem sagt búinn að vera að standa að þessu í 11 ár og þetta bara er alltaf jafn vinsælt og þetta er alltaf jafn klassískt og eins og hreindýrin eru lang elst hjá okkur þar sem að fyrsta hugmynd kemur örugglega fyrir svona 12-11 árum síðan og fer svo í framkvæmdi bara stutt eftir það. Og svo erum við með nuddstofu sem að mun bara ráðast hvort mamma myndi nýta hana eða ekki. Og svo er svolítið óljóst með efri hæðina en það geti orðið það verður eitthvað skemmtilegt. Rými sem við erum inn í núna, þetta er sem sagt svona sýningarrýmið hjá pabba þínum. Já. Og hingað getur fólk komið og verslað. Já, algjörlega og það er bara kíkja í kaffi. Það þarf ekki alltaf að versla, bara koma og hérna fá sér kaffi og skoða og kíkja einmitt ef hann er við störf og sjá bara hvernig vinnan á bak við hvert og eitt dýr eða hvað sem dýr eða hlut er mikil. Já. Hann býður semst upp á það að fólk geti komið og fengið að sjá svona framleiðsluferli á vörunum. Já, algjörlega og það held ég sé svona, það er svolítið skemmtilegt þess að þú kemur inn og þú sér vörurnar, svo getur þú komið og séð þegar hann er að búa til og það er dálítið svona, mér finnst það mjög skemmtilegt og mér finnst það mjög heillandi að ef ég myndi koma inn í einhverja verslun eða sýningarrými og sjá hvað er á bakvið hverja eina vöru, hversu mikils virði þessi vara er. Nú eru vörurnar hjá pabba þínum, Vigni Kristinssyni, sem eru undir merkinu Kristinsson. Þær hafa verið í nokkur ár í svona völdum hönnunarbúðum, ekki rétt? Jú, algjörlega. Við erum fyrir að selja hérna þessar vörur í Epal og rammagerðinni og hefur bara gengið ótrúlega vel það samstarf. Og svo á sínu tíma voru við í Mýrinni og Hrím en þetta er eins og ég segi þegar varan er komin á þetta mörg ár og auðvitað viljum við hafa þau fleiri þá verður telur hvert ár eftir hver gæði og eins og hreindýrin og hestarnir og þetta allt eins og hreindýrin, já, þau eru ekkert jólavara endilega bara fólk er með þetta uppi allt á árum kring. Þetta er svona tímalaust og í rauninni þurfum ekki að sækja vatni yfir lækinn, fólk getur komið og versla í rauninni gjafir við öll tilefni. Það eru jólagjafir, skírnargjafir, útskriftargjafir. Já, algjörlega bara og hérna og það er rauninni verið eitthvað fyrir alla. Það er kannski svo meira svona eins og sporðarnir, kannski meira ætlað eða markaðurinn er kannski stærri fyrir eins og útlendingana, þeim finnst þetta mjög fallegt og spennandi. Og svo er svona eins og uglurnar og hestarnir og trén óbúslega vinsæl með Íslendinga. Og þá tala ég nú ekki eins og stóru vörurnar hérna. Þetta er svona ríkur út eins og heita lumur eins og staðan er í dag. Er pabbi þinn að ná að anna eftirspurn eða hvernig er staðan? Máli er að hann hefur verið með aðra vinnu til hliðar, það var fulla vinnan hans og var hann hérna í aukatímanum sínum, en núna er hann komin alfarið hingað til þess að mynda búa til og gera upp lagara því að því miður þá erum við ekki alveg með allt til sem að við værum til í að eiga. Þannig að það segir svolítið svona mausi á baku hverja vöru af því að hann eins og ég sagði áðan, hann stendur á baku þetta allt einn, hann er ekki með neitt starfsmann þannig að saga út og pússa og svo lakka eða hvíta jafnvel, það tekur bara rosa tíma. Já, hann er með svart og hann er með hvítt og svo er hann með svona, hvað er þetta, hvítuð eik? Já, þetta er hvítuð eik og já, það er rosalega, það er svona grunnurinn að þessu öllu. Þetta var allt fyrst hvítað, svo hérna hreindýrin og annað og svo færðum við okkur í það að hvíta þau og gera þau svört. Og þetta er allt bara voðalega svipað, það er engin, ég finn ekki fyrir það að sé eitthvað mikið meira vinsæll en annað. Kannski, nei, mér finnst fólk er svona
kemur frá mismunandi heimilumanna þannig að það passar. Ef ég kæmi hérna, gæti ég fengið sérpöntun ef við myndum biðja ugluna bleika? Ég ekki viss það. Hann ekki, nei, veistu, ég skal bara segja strax. Heyrðu, takk fyrir þetta, Sigurbjörg. Já, bara takk fyrir komuna.